Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkupa. Í dag föstudagurinn 19. desember 2025 og Bitcoin í $87.947. Og hjá mér sestur Björn Harðarsson, vertu blessaður Björn. Blessaður sæl. Hvað segirðu þá? Bara svona svipaðu síðast bara og þar síðast og þar síðast. Já. En ég segi bara á gett sko. Sko við fórum, mér leist ekki á blikuna hérna í gær og ég svona get ekki sagt að mér lítist eitthvað sérlega vel á blikuna núna en þegar við vorum komnir hana undir 85.000. Já, við fórum undir 85. Fórum undir 85 og ég meina, ég sá að Solana var komið í 117, í Ethereum var í 2700 og eitthvað og það var þessi gríðarlega hræðsla vegna fyrirhugaðrar vaxta hækkunar hjá Seðlabankanum í Japan. Já, sem búin að liggja bara svona í loftinu svolítið tíma. Já, ég hef alltaf verið með mjög mikla sannfæringu að það sé svona, það hafi verið svona overly dramatíserað vegna þess að menn voru svo svakalega brendir þegar þeir gerðu það föstudaginn manstu fyrir verslunarmannahelgi í fyrra þegar við fengum þetta katastrófísk cash-carry trade þarna hjá jeninu og þá hækkuður í vexti í fyrsta skipti man ekki hvað langan tíma en máli að þá voru aðstæður þannig að það voru svo gríðarlega mikið af fjárfestum sem voru með svo gríðarlega miklar skuldir í jenum og út af því að vextir voru bara, þú veist, alveg í gólfinu á þeim, á þeim skuldum og voru að kaupa bandaríska fjárfestingar, bandarísk hlutabréf sérstaklega en líka kryptó og þurftu svo að losa þær stöður og náttúrulega þetta gerist á föstudegi þá, eftir lokun markaða, eins og reyndar reyndar var í það ekki búið að loka mörkum visslega núna en gerist líka á föstudegi að það var eina sem við gátu selt var kryptó, þess vegna lækkaði kryptóna svakalega. Já. En þetta er þetta svolítið, þú veist, flókið og það er ennþá þetta svona, þeir kallar þetta unwind á þessu cash-and-carry trade, þetta er eins og þú sagðir, þetta eru raunin það sem að menn voru að gera fyrir alveg gríðarlegar fjárhæðir samanlagt, það voru menn að taka lána á 0% vöxtum í Japan og kaupa ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum og hlutabréf og Bitcoin og eitthvað fleira sko. Og það sem gerist þetta við að það er hækkaðar vextir og svo verður að lækka vexti í Bandaríkjunum að þá eru þetta menn alltaf meira og meira að fara að borga þetta tilbaka og jafnvel einhverju þú veist allan í Japan að sjá einhverju fjárfestingatækjafæri sem að þið geta fært yfir til Japan sko. Þannig þetta er flókið fyrir bandarískt hagkerfi sko. Já, þú nefnir 0%, stýrivexti voru 0% eða sko nú er það 0,75%, þeir voru 0,5% fyrir hækkunina núna en hún var hann einmitt síðast, þá held ég að það hafi verið hvort þau voru í 0% eða 0,25%. Ég held að fjárfestar voru að fá lána á kannski 1% vöxtum. Og voru náttúrulega mjög mikið líka bara í því að kaupa bandarísk skuldabréf. En er þetta ekki fyrir 2-3-4% vexti. En er þetta ekki líka þannig eins og við höfum verið að tala undanfarið? Minna það hafa verið töluvert mikið af jákvæðafréttum og ég er með einhverja punkta einhverja jákvæðafréttir. Þú veist að fyrir allan að kryptó í sjálfu sér, þá var alveg því að búast að þessi vaxtabreytingi í Japan myndi hafa meiri neikvæð áhrif af því að við erum í svolítið svona neikvæðu bear market territory að hlusta á fréttir sko. Já, og ég var að hugsa þú orðar þetta svona eitthvað svona að við séum í svona eins og segir neikvæðu bear market territory. Ég var bara hreinlega að verið að viðkenna að hugsa með mér í gær sko hvernig maður væri að fara að hátta orðræðu sinni í þessum þætti núna hjá okkur og ég hugsaði með mér sko ég eiginlega bara orðin þeirra skoðanar að það einfaldlega bara komin bjarnamarkaður og spurningin bara hversu svæsin mun hann verða, hversu lengi mun hann vara þú veist að ég spyrum bara á hvaða tímamúti þar maður bara að fara að horfast yfir það eins og við höfum talað áður að maður fattar aldrei að sé komin bjarnamarkað fyrir maður búin að vera mjög lengi í honum. Hvað þetta svona teika á þetta? Finnst þér endur að maður geti talað einhverja leiðréttingu sem svo að fara að snúast við? Sko, þú veist, við erum þetta búin að vera alveg 100% síðustu svona 5-6 vikurnar í svona bear market territory og hvenær er að segja þetta sé bara bear market? Jú, þetta bara
öll viðmið segja bear market. Ég held að stóra spurningir sé bara sko, þú veist, ef að við værum ekki að velta fyrir ykkur alls konar svona makro áhrifum af quantitative easing og business cycle og öllu því, þá varum við að tala bara bear market bara langt fram að næsta halving eða eitthvað svoleiðis sko. Já, einmitt. Það er kannski meira stóra spurning, við erum í bear market, já. Þú veist, ég held að við erum búin að vera í bear market bara síðan í október. Þetta virðist vera svona þessi skoðun eða þessi sjónamið er að færast í aukana. Það meiri sé að koma aðrar jákvæðar fréttir aðrar jákvæðar fréttir fram í síðustu viku eða þessari viku sem er að líða og það er að verðbólga í Bandaríkjunum mældist töluvert lægri heldur en gert var ráð fyrir. Ég heldur að það mælst 2,7%. Að vísu voru tölurnar birtar með þeim fyrirvara að ég náði nú ekki alveg en vegna þess að hvað hið opinbera var loka lengi að þá var eitthvað við útreikning þessara talna sem var einhvernum fyrirvörum háður þannig að mögulega verður þessi 2,7% tala mögulega reynist hún hærri við eigum eftir að skoða eitthvað betur en að minnsta kosti, ég held að það hafi verið 30 punktum betur en spár gerur ráð fyrir og maður sá að markaðurinn byrjaði að hækka Bikko fór í 90.000 og allur markaðurinn virtist alltaf leita það svona dálítið samfærandi upp á við en snýri svo bara beint aftur niður sama dag. Ég meina það er búið að gerast tvisvar þessa vikuna. Já, ég veit það, einmitt. Það keyrist svona svakalega upp og aftur niður. Já. Og þú veist, ég veit svo sem ekki, ég er ekki sérfræðingur að geta lesið úr því og sennilega enginn. Þú veist, er það bara því að markaðurinn bara var rosa jákvæður í einhverja mínútur og voru rauk svo niður? Erum við að sjá líka eitthvað svona stóra aðila að nýta sér tækifærið og Já, ég heldur að tala bara miðvikudaginn og svo daginn í gær sem þessi dagar eru og ég held að það sé allavega augljós skýring á hækkunni í gær. Það var einfaldlega bara þessar verðbólgutölur sem hækkuðu sko en sko En svo, fyrir ekki að ég gripi fram fyrir þér, svo þú veist þetta sem hún nefndir áðan og það, þú veist, við fengum reynda líka sko eitthvað daginn atvinnutölu sem voru verri heldur en menn kannski vonuðu sem getur ítt undir að það þurfi að lækka vexti meira en þetta sem að þú sagði með verðbólguna getur farið í hináttina en svo eins og þú sagðir það sem að markaðurinn þolir ekki óvissu og menn treysta bara ekki neinum af þessum tölum út af öllu þessu lokunum á sínum tíma það er bara ekki nógu mikið data á bakvið það. Já. En svo maður líka endurist bara að heyra meira og meira og einhvern farin að trúa því meira og meira að til dæmis ef við tölum miðvikudaginn sem var stór skrítin verðhæðun á markaðnum. Ég held að gerst á 10 mínútum, 10 mínútur glugga, þá fara einhver allar myntinar úr því að vera niður 2% til 3% eitthvað svoleiðis í því að vera plus 2 til 3%. Þetta gerst þannig á 10 mínútum svo líða aðra 10 mínútur og þetta er aftur komið niður í sömu tölur og svo lægra og þá er það sem ég hef heyrt víðaskvar og var að sjá á einhverju fjallumynda á X og sína einhverja activity á þessum trackerum sem fylgjast með þetta var allt Binance manipulation. Hefur ekki heyrt þetta? Jú, ég meina við erum svo sem búin að tala það bara held ég allt árið Wintermute Binance það sem ég var að senda það núna síðast þessar tölur og með þess að Coinbase og fleira aðeins líka eru að dömpa alveg búin að vera að gera það í þessu droppi. Já, og eru þeir að selja að því að þeir halda markaðurinn sé að fara virkilega niður eða er þetta eitthvað svona manipulation? Sko ég neita að trúa því að Coinbase taka þátt í ykkur meðvituð manipulation góður og ég í svona samsæri á markanum. Ég held að maður geti heldur ekki útilokað að það alskins aðgerðir sem fyrirtæki ráðast í í desember út af skattalegum ástæðum. Er þetta raunverulega Coinbase sem að selja aðilar hjá Coinbase? Já, einmitt, nei, það er líklega rétt já, þetta hljóta að vera aðilar, en eins og það var stilt upp að vera að segja þetta væri þau fyrirtæki sjálf maður þarf svolítið að taka svona alls konar einhverjar
mér veist maður alltaf svolítið mikið það núna að það alls konar fréttir og tölur og okkur sem erfitt að staðfesta. Það var eitthvað född í gangi en eitt Kínaföddið sem alltaf reglulega að það hefði verið lokað einhverju 400.000 rigs eða 500.000 rigs sko, þarna mining rigs og svo að Kína væri að selja alveg gríðarlega magna Bitcoin í Hong Kong. Svo fór ég einhvern veginn að skoða þetta og fréttirnar voru svolítið eins og þeir hefði bara út af banninu í Kína ráðast af eitthvað svona inni á eitthvað mæning og lokaði. Þegar þú segir Kína, þá er það tala vantilega kínverska aðila. Kínverskir aðir í mæning og þá frétti var svolítið að þú stjórnvöld hefði lokað þessu. En svo virðist mér þetta vera svolítið þannig bara að þetta datt eitthvað niður eitthvað smá tíma og fór upp aftur. Já. Og ég fæ ekkert einhver áraðlega heimildir, einhverja gríðarlega sölur á Bitcoin frá stjórnvöldum í Kína svo eins og var svolítið í fréttinni. Þannig að það svolítið mikið svona alls konar upplýsingar sem maður getur ekkert endilega verið vissum að séu réttar. Nei. Og mér finnst það meira verið í þessu neikvæða áttina sko. Já, þú nefndir að þú værir þú hefði sjaldan verið með jafn marga punta og fréttir til að tala um. Mér það svolítið í huga að skuttla bara boltanum yfir á þig. Svolítið blendnar tilfinningar fyrir því að því að þú veist, markaðurinn alveg niður og það fullt af jákvæðum fréttum. Og það bara svo leiðilegt að tala um jákvæða fréttir þegar það hefur ekki neina áhrif á markaðinn. Góti með það samt. En já, ég ætla að byrja samt á eitt svona áhugaverð. Þú veist, við erum með alls konar svona eitthvað svona hugmyndur hvenar toppurinn á markaðinum og eitt þegar það kom einhverja fréttir eitthvað risa skrýtnar fjárfestingur af kryptafyrirtækjum. Hvernig var þetta síðast að búlrunni? Var ekki Crypto.com Arena? Jú, $700 million samningur gerði til 20 ára. Já, það var svona hluta af toppnum á markaðinum. Já. Ég sá nú eina frétt sem að maður hefði alveg getað verið svona toppur á markaðinum. Tether sem með USDT, þeir eiga hluti í Juventus og þau var að gera eitthvað yfirtökutilboð $1,1 miljard í Juventus. Já, ok. Ég var reyndar hafnað. Væri það ekki svona toppfrétt? Já, ég veit það ekki. En jú, ég skil hvað áttið, sko. En hvað ertu með hlera? Já, sko, það var eitt sem mér varst mjög áhugavert að fjármálaeftirlitið sendi einhverja tilkynningu til fjármálaeftirlitið í Bandaríkjunum. Já, fjármálaeftirlitið í Bandaríkjunum til einhvers konar bréf, þú þekkir þetta lagalega kannski betur, að þú veist til einhverja stofnuna sem heitir DTCC. Herru, já, þetta við vorum að tala með þetta á skrifstofunni. Þetta DTCC, Þetta bara pípulögning á bak við allar svona infrastruktúr á markaðinu. Ég hugsa hliðstæðan sem verður svona nærtækasta hliðstæðan ef við tökum Ísland. Þetta svona svipað eins og ég skildi eins og reiknistofa bankana eða eitthvað álíka. Og sko með allar svona bara allar færslur. Við tala með þetta og allar eignir líka svona haldi utan allar. Þetta bara einhverjir sko $10 trillion sem fari gegnum þetta og já, þetta og að þeir mættu núna byrja að hefja tokenization að tokenizera bara rauninni alla eignarflokka og gera ráð fyrir þessu í annan ársfjórðung á næsta ári. Já. Og sko þú veist, talandi með mig þetta er búið að sigla svolítið undir radar. Það var einn á skrifstofunni hjá okkur sem sagði sko þetta gæti vel verið stærstu fréttir í sögu, þetta gæti verið stærra heldur en innkoma Kauphallasjóðana sko janúar 2004 og þú veist, ég var að ég vissi ekki þetta, ég skal bara vera heilu, ég vissi ekki hvað DTCC var sko og en svo var ég að kynna mér þetta verðist vera einmitt eitthvað svona batteri eins og reiknistofa bankana eða eitthvað, þú veist, af því að maður þarf einmitt að minna sig á hluti eins og þú veist, SEC þetta var ekki bara eitthvað hype, þú veist, þeir tilkynntu og eru með það núna ongoing, þetta Project Crypto sem að því einfallega bara tokenizera meira og minna bara alla eignarflokka byrja á verðbréfum og BlackRock búið að tala um þetta non-stop, Larry Fink bara, þú veist, eftir 5 ár það eru, þú veist, allt dæmin, Nasdaq, you name it, sko, þetta voru allt tokenized, öll eignarsöfn hjá okkur í verðbréfum, skuldabréfum, hlutabréfum. Þannig að þú veist, það ekki að sé bara eitthvað merkingalust hæp, þetta raunverulega að fara að gerast
og ég velti fyrir mér, gætu verið að horfa á svona svipað og að ég man hvað ég var sjokkeraður þegar BlackRock laðin umsóknina að fá að starfrækja kaupallasjóð, Bitcoin kaupallasjóð í júni 2023, Bitcoin í $26,000 og það hafði eiginlega engin áhrif á markaðin. Þetta er ágætið samlíking, sko. Já, þetta hefur engin áhrif á markaðin. Og ég var bara, bara hvað er að ykkur, skilur, Bitcoin er $26,000, BlackRock er að koma með, er átt okkur á öllu fjármagnsflæðinu sem er að koma inn, hvað er að fólki, af hverju er ekki að æla inn í Bitcoin, og svo eitthvað líður bara eitthvað smá tími. Þeir kaupallasjóðinni byrja að taka til starfa 10. janúar 2004 og þá bara verður galið hæp, þá byrja Bitcoin í 42.000 og skýr strax upp í 74.000 og þá talar enginn eitt annað en BlackRock og Bitcoin ETF. Ég velti fyrir mér ef þessi tímaáætlun mun standast að þetta sannarlega verði að því að svo gæti verið eitthvað þannig bara eitthvað verður byrjað að gerast á öðrum ásvörungi á næsta ári en það gerist hægar en eitthvað maður gerir áfyrir, maður veit ekki en ef sannarlega verður orðið eitthvað svona fundamental shift á bara hefðbundum mörkuðum í Bandaríkjunum þar sem þú farin í auknu mæli að nota tokenized assets frekar en bara það sem var núna þá gæti þetta verið rosalega og rosalega mikilvægt hvaða keðja er að fara að capture þetta ég sé bara fyrir mér Solana og Ethereum sem eru líklega að algjöru grunninn að skoða það og alveg rétt hjá þér þetta er bara út frá þessu layer 1 Solana, Ethereum bara við notum það bara sem dæmi þú veist þá erum við að tala það hvað market cap yfir allt krypto í dag er hvað? Rétt farið undir 3 triljónir það var búið að þú veist að núna heldur síðast þess að reyndar hækkun í dag allir þetta sé ekki 3 triljónir Já, við erum að tala margfalt hækkun á market cap á krypto ef að þú veist það er ekki eins og að segja ef að það er bara alla leiðir liggja í þá átt að það sé verið að fara að tókina þess alveg gríðarlega mikið og ég held að menn sé að átta sig á því eins og bara Nasdaq til dæmis, tökum þess að dæmi þeir eru að átta sig á þessari samkeppni til dæmis þeir voru að sækja það núna að geta að hafa opið 23 klukkutíma á sólarhring alla virkadaga Já. Ég held að það sé bara viðbrögð við því að þeir sjá það ef þetta fyrir að tókina þess allt þá er þetta að fara á kaupalli sem er alltaf opnað En ég verði aldrei að við og segir margvald hækkun á crypto market cap þú veist, við erum alltaf að fara varlega með þetta Ég er ekki að segja að market cap á Ethereum sé að fara en ef þetta er á Ethereum þá hlýtur það að auka verðmæti Ethereum Já, það mun gera það óbeint og náttúrulega skapa miklu meiri eftirspurn eftir íþókunni sem hækkar eftirspurnina en ég bara segja að þú veist að það er í sjálfsér ekkert úr vegi að tökum bara sem dæmi að bara Nasdaq kaupillin sem myndi leggja sér færi að vera keyrða á Solana og Nasdaq með, ég þóri ekki alveg að fara með langar að segja þetta sé eitthvað það er 30-40 trilljón dollara asset sko, nei fyrir ekki örgulega, jú allir sé ekki eitthvað slúið 30-40 trilljón dollara market cap á öllu Nasdaq að þá náttúrulega Solana er ekkert að fara að vera neitt í líkingu við skiluru, þú veist, þó svo að þetta sé keyrta á því, þá er samt bara alveg eins og, hvað ég segja, ef þú ert með fyrirtæki sem er að keyra bara eins og þetta DTCC, þú veist, market cap verðmæti þess, ef þetta væri fyrirtæki, þetta ekki að fara að vera það. Það er einu punkturinn minn. En það er kannski... En þetta er samt enga síður, þetta er að fara auðvitað að sjálfsögðu auka verðmæti, þú veist, hvort það eru Solana eða Ethereum eða hvað er alveg gríðarlega, engin spurning. Við trúum því allan að svona proof of concept skipti máli í þessu að þessi bálkakeðjur sem komna til að vel á bálkakeðjan komið til að vera til að keyra fjármálakerfi heimsins þá mér það allan hafa áhrif og þá líklega á verðið og þú veist, þú varst að tala um Solana Solana þá ræður við eitthvað svona eins og Nasdaq að þú veist, það er mjög áhugavert að fyrir örugglega svona ári síðan þá vorum við með Solana þá vorum við að tala um þetta upgrade sem að myndu koma Firedancer ég veit ekki hvort að þú hefur orðið varfið að Firedancer komi í loftið það var tilkynnt að það er reynda búin að vera í mánuði í loftinu þegar það var tilkynnt á Solana konferensum daginn og þú veist það er áætlað að þeir eru að ná 1 milljón transaksjón á sekundu þeir eru búin að ná 600.000 transaksjón á sekundu bara í samhengi er það miklu meira til dæmis heldur en Visa ég man ekki hvað Visa er með 60.000 eða eitthvað
já, einmitt. Ef maður rétt. Einmitt. Þetta er, og þú veist, og einmitt, þeir sem skilja tækni, þú veist, það er ekkert ástæða lausu fyrir að Gaur Larry Fink er löngu búin að sjá þetta, skilur, fyrir honum er þetta bara jafn augljóst og þú veist, ég veit það ekki, fyrir einhvern sem var kannski bara djúpt í innviðum internetsins að sjá fyrir sér bara 95 bara ef internetið er að fara að taka yfir allt, sko, þannig að þú veist, og þessna er hann, að því maður þarf að spyrja sig hvernig er áhrifamesti maður í heimi í fjármálum sem er Larry Fink og þú getur sagt að Jerome Powell seðlabankastjóri sem meira en það er tímabundi embætti, Larry Fink getur verið fórstjóri BlackRock sko næstu 20 árin bara áhrifa meiri sko. já, líklega, já, örugglega þú veist, hvernig þú veist, hann tekur ekki svona afstöðu með þessari tækni og þú veist, ef þú bara hugsaði leikjafræðilega, bara er þú búin að koma svona fyrir í lífinu, þú ert búin að legacy eitt stefnir í þessa átt, þú ert á 60 aldri, ef hann er ekki komin yfir 60, þú ert ekki að fara að taka svona afgerandi og fyrirvaralausa afstöðu til einhverja tækniframfara, til einhverjum nýs eignarflokks, nema þú vitir eitthvað bara, þú ert 100% á því. Þetta er að fara, þú veist, spila svona út sko. Þannig að hann, eins og þú segir, þú veist, það verður engin rök fyrir öðru en að auðvitað ert að fara að uppgreita þetta á einhvern layer eins og Solana sem bara einfallega skalar miklu betur heldur en öll núverandi kerfi og gera miklu ódýrara. Já, þú veist, eins og segir þetta, við sjáum þetta allstar, við erum búin að vera að tala um alla þessar sem eru að fara að bjóða upp á Bitcoin ETF, en við erum líka að sjá einmitt eins og þetta, svo við tala um þetta DTCC, minna JP Morgan var líka tókan þess að núna eitthvað svona peningamarkaðssjóð sem að kallast Money, M-O-N-Y. Ég held reyndar að bæði á Ethereum og Solana. Ok. Þannig að komnir á Ethereum og það var tilkynnt líka á Solana. Okay. Þannig að JP Morgan er svona, við höfum þetta að tala um JP Morgan, sérstaklega ég er ekkit endilega vissum að forstjónið þeirra sé hvað vosa friendly við kryptó eitthvað en hann sjálfur allavega er að gera ýmislegt sko. Já, en þú veist, en samt sko, eins og við tölum minna í síðast þætti sko, JP Morgan Jamie Dimon hann er alveg ófeiminu að segja það er framtíð í bálkakeðutækninni, hann bara hatar Bitcoin skilur, hann er ekki að, þú veist, ég hef aldrei heyrt hann tala eitthvað illum í Ethereum eða Solana eða eitthvað svoleiðis af því að hann sér bara ekki, það er bara eitthvað tækni sem er að fara í rauninni þú veist, af því að ég held að hann sér þetta þannig, það er ekkert að fara að hrista eitthvað upp í grundvallar atriðum núverandi kerfis, skilur, þetta er bara að fara að vera nýjir, skulum segja, járnbrautateinar sem myndlíking, sko, þetta er bara að vera nýtt lag sem kerfið keyrir á en kerfið verður áfram að sama Bitcoin hins vegar hefur burnað til að breyta bara núverandi kerfi og núverandi heimsmynd, sko, þannig að þú veist, þess vegna held ég að hann sé svona ragur við að samþykja Bitcoin en það sem er bara svo yndislega ánægilegt að horfa upp á er að hann er eitthvað einn stefnir það að verða bara síðasti síðasti mói hann verður bara einn eftir sem verður með þessa afstöðu en eins og við höfum nú talað nú er samt þannig, við getum talað endalaust með þessi ákvæðu hluti og láta okkur líða vel og fundist okkur vera svo klárir að vera á réttum stað í sögunni og trú því þetta einart en sannleikurinn er samt sá að þetta ár er í sem stystum orðum sagt búið að vera ár vonbrigða öðru fremur við getum við getum sagt með það, þú veist, út frá öllum sem fréttum þá er framtíðin í kryptó gríðarlega jákvæð björt en nútíðin alveg skelfileg. Já, einmitt. Og ég hugsa svona verðlega síðan. Já, einmitt. Og ég hugsa kannski, ef það má tala um einhvern sigur á þessu ári fyrir utan einmitt eins og þetta segja sko með alltaf jákvæðu svona fundamental breytingar. Þannig bara ef það má tala um einhvern sigur ef við erum bara að tala um verðið á Bitcoin. Og þá myndi ég segja sigurinn felst í því að núna er Bitcoin eitthvað $87.000 eitthvað svo leiðis og það er ömurlegt skilur við, það er ömurlegur vermið, það er vermið sem maður er kvíðinn fyrir að tala um
í einhverjum hlaðvörpum að tala að Bitcoin sé 88.000 $, skilur, á meðan spólar ár aftur í tíman og þá var maður bara svaka kúla því að Bitcoin var í, þú veist, 88-90.000 $, skilur mig, þannig að þú veist það kannski sem sagt sigurinn sko, þú veist, og ég tala þannig að hefur Bitcoin alltaf þróast, þú veist, það tvennt sem maður átt að sjá með Bitcoin eins og ég tek mýmur dæma þegar myntku fyrir loftið í maí 2020 Bitcoin í 8.000 $, og þú getur horta á þetta og litið bara ok, þú veist, ég myndi ekki vita neitt að marka og þetta lítur að hafa verið bara geggju vegferð, ég myndi byrja í 8.000 rúmlega 5 ár líða og þeir í 88.000, þetta er 11 földun sannleikur sann sá og Bitcoin bara hann í eðli sínu og þannig miklu lengur heldur en til 2020 þegar myntku fyrir loftið 90% af tímanum einkennist markaðurinn af neikvæðni og vonbrigðum út í verðmiðan, það bara staðarind, skilurðu, þú veist, bara, þú veist, ef ég reki sem stystu máli sögu myntkup, ok, við launchum í 8.000 í maí, alveg tíminn frá mæ til október var það bara að lulla eitthvað í kringum svona 9, 10, 11 endalausvonbrigði, maður var svona orkan sem maður alltaf að díla við bara eitthvað hvað þetta er óspennandi eitthvað, þetta bara hangir svona og það er ekkert að gerast og jú, fullt af einhverju jákvæðum fréttum og eitthvað, ok svo kemur október til februar, október 2020 til februar 2021, fer úr 11.000 í 65.000, náttúrulega galið hæp, bara þú veist unreal mania, unreal euphoria og 65.000 var basically toppurinn, ég meni, jú, ok, við fórum í 69.000 í nóvember en þú fattu hvað þetta var basically toppurinn og það má hreinlega að segja að frá februar 2021 og alveg til hvað erum við að tala svona, ok, við fengum smá spækana mars 2024 en raun og veru bara november 2024 þegar Trump kjörinn og við sprengjum aftur nýjar hæðir þá færðu svona 1-2 mánuð af einhverju eufóríu, förum í 100 og hvað skiluru og svo bara allt þetta ár með einhverju stuttu litlu fráviki þegar við förum í 126 þannig í október þá bara einmitt öll stemningin, öll orka sem ég er búin að díla við bara neikvæðan og vonbrigði þannig meiri sér leiðrétti mig sko, þegar ég segi 90% tímanum, þetta er svona 95% tímanum og þetta einfallega bara Bitcoin veist, og þess vegna þetta ekki eitthvað easy leið til að græða pening eða eitthvað skilur, þetta er allt annað en það þetta krefst gríðalega þolinmæði, gríðalega þrautsegju og gríðalegs æðruleysis gagnvart því sem að gerast og það að þú skiljir ekki af hverju allar þessar góðu fréttir ekki hafa neinn áhrif og þú veist, og annarkvæmt trúur á þetta ekki, skilurðu þú veist, en ég skil vel af hverju menn sem því ég viðurkenni, þetta er alveg núna svona bara, þú veist, að ég viðurkenni, ég er löngu eftir að skilja af hverju við erum ekki að performa betur og mér finnst það alveg pirrandi en ég minnum á og ég finna það hjálpa mér að vera allavega búin að fara í gegnum þessi ár en ég skilja sérstaklega mönnum sem er búin að vera í kryptóskilu síðan 2016 eða eitthvað og maður er eitthvað að tala eitthvað, já, hvað finnst þér það bara ég er búin að sjá þetta allt Bitcoin fer bara upp verður bara þolinmóður hætta að ofhugsa þetta þú veist, ekki panika og þú veist, spurðu hvað það verður 2030, 2040 skilur, en ok, þetta var svona Já, menn og þú hefur bara rétt fyrir þér, sko, ég er að sammála öllu sem þú ert að segja, sko þetta var standa, þú veist, ef þú ert að skoða þetta eitthvað svona short-term, þá veit að þú hefði verið betra að vera bara í ný víta á þessu ári eða einhverju Já, bara með peningin á vaxtabók skilur það er bara þannig þú veist, það er bara verið ágætis en talandi svona verðsveiflur, eins svona bara svona skemmtilegu frétt, ég sá að það kom hana nýr kaupallasjóður nýr Bitcoin kaupallasjóður sem heitir Bitcoin and Treasury After Dark ETF NGTH okay. Þeir kaupa þegar markaður loka og selja þegar hann opnar að þeir búið að reikna það út þetta er út frá bandarísku þeir eru búin að reikna út að Bitcoin hækkar mest á nóttinni og lækkar mest á daginn í alvörinni, ok Ég velti fyrir mig hvað það er það Asía? Áhugavert Já. Þetta er samt áhugavert að það verður að reyna að koma með einhverja svona áhugaverða kaupallarsjóði En sko það sem er áhugavert líka og mögulega jákvæmt þetta er að
þannig sem markaður einhvern þroskast og verða skilvirkari einmitt eftir því sem og þannig sem sveiflur minnka einmitt af því að alltaf það sem sveiflur það alltaf tækifæri til að hagnast fyrir þá sem kunna það sko að einhverju svona sko sjóðstjóra með einhverja tradingbota og eitthvað svo leiðis sem í svona arbitrage trading og þeir, þú veist, einmitt gerandi svipað eins og bara þú ert að lýsa núna það á að minnka þessar sveiflur eftir sem fleiri fara að gera það sko en mér finnst það bara áhugavert að sjá það sko veistu hvaða fyrirtæki með þetta? Það skiptir ekki öllu máli en það er vantilega ekki BlackRock eða neina af þessum stóru þetta er vantilega einhverja lítill aðili sem vil skapa sér einhverja sérstöðu áhugavert reyndar önnur spurninga, þú ert að tala ETF-a ég hef ekki verið að fylgjast alveg nógu vel með því við vorum komin með hana 5 sem við fjölluðum 5 altcoin ETF-a eru komin einhverjum fleiri altcoin ETF-a? Ég hef ekki séð neina fleiri en það sem er áhugavert í þessu allar þessari lækkun að enn sem komið ég sá ekki betur að XRP og Solana með stöðugt innflæði og bara hverjum einasta degi ég er búin að sjá þetta líka 30 daga núna ég er búin að sjá þetta líka ég veist, þetta er ótrúlegt hvernig var botnað neitt í þessu sko. Solana og XRP er búin að lækka að verði allan að tíma sko. þetta er, þú veist það er bara, það er eins og sé eitthvað já og svo er bara útflæði á Bitcoin og Ethereum ég skil það hafi áhrif að verði en þú veist, þetta er ekki að reyfa neitt við verðinu og þetta er alveg talsverða tölur, er þetta ekki, þú veist, hvað er það klukka $100 million á dag eða hvað er þetta? Nei, ekki alveg. Það var ekki XRP sjóðin konur $1 miljard eða. Já, einmitt. Þetta er mjög, mjög skrítið, sko. Já, en svo einmitt, nú aftur, maður farin að það sem fara að minna mér svo mikið á hérna Bjarnamarka, ég var nú að tala við mikinn Bitcoiner sem var að senda á mig, sko, og sagði, sko, að nú aftur þetta fött út af quantum computers sem kemur alltaf reglulega upp Bitcoin sko að bara Kína fött og quantum computer fött og Satoshi kemur aftur fött ég held að það ekki nú engin alveg að Satoshi komi aftur fött sko en með quantum computer þetta er svona fött sem alltaf og það sem maður veit alltaf að það verið að vinna hörðum höndum að því að gera Bitcoin quantum computer resistant ég meina ég heyr aldrei bankakerfis kompjútur sem ætti að vera alveg jafn mikið þetta er svo segil og segja alltaf bara þú veist þið bara áttu ykkur á því að það kæmi ykkur ofur quantum computer sem á að vera ógerningur að komi hérna sko í hérna nánustu framtíð sem getur bara hakkað öll kerfi þú veist sko Bitcoin býðir líst og fjör voru sko. Fyrst og rétt hefur ágrið því að allar kjarnorkusprengjur heimsins væri ekki að fara í loft bara byll guðs að það sé örugglega handvirk loka skref á því sko það sé ekki bara tengt í ykkur tölvukerfum og það lítur nú að vera sko en einmitt, allir gagnagrunnar í heiminum væri hættu skiluru, hvort með heilbrigðisgagnagrunnar fjármálagagnagrunnar you name it sko Þannig að mér langar að koma með eina frétt og svo mér langar mér aðeins að tala Trump. Já. Sko, bara hendaði inn að, þú veist, að maður sér þessi svona, við vorum að tala áðan, þessi svona, það eru alveg helling svona að myndast ákveðin samkeppni hvernig allt þróast, að þetta er þetta, eins og vorum að tala þetta tokenization og svo vorum við að tala bankastarfsemi svo framvegis. Það voru fjármálaeftirlitið var að veita Ripple, Circle, hérna á USDC, Bitgo, Fidelity, Paxos, voru að veita þeim öllum svona, hvað heitir National Banking License, að geta starfrækt sig sem þjónusta. Þannig að þeir eru þá komnir inn í að geta gert rauninni allt sem bankar geta gert og það eru fleiri sem að býða, Coinbase og Crypto.com eru búin að sækja US Federal Banking Charter. Já, einmitt. Maður sér að Crypto.com er rosalega mikið fókusur á bara við ætlum bara að verða, þú veist, við erum bara að verða new concept of banking, sko. Við erum bara að taka þetta concept sem banking er og bara take it to the next level, sko. En áhvert og ég held að, og einmitt, að gera hamra járni meðan það er heitt meðan þú ert með svona rosalega crypto-friendly stjórnkerfi eins og núna og verður næstu árin af því að leiður komin inn í þetta það er hægart sem þið gert að fara að taka það út úr í sko en þú vil tala Trump segiru Já, þú veist, ég sagði við vorum að tala það síðasta þætti að þú veist
við erum þetta búin að fá þetta Genius Act sem stöðuleika mynds frumvarp og Trump alveg keyrði það einhvern veginn áfram og það fór bara í gegn. Nú erum við að bíða eftir þessi Clarity Act og af hverju skiptir það máli? Ég meina það skiptir máli bara til að fá úr því skoður til dæmis hvað sé svo kallar security og hvað sé að starfa ólöglega og svo framvegis sem skiptir máli fyrir allt þetta allt. Nú er þetta pump and fun eitthvað í einhverjum málaferlum og þú veist, menn að spá því að þetta, sumir voru að spá því að þetta kemur þessu ári sem þetta gerur þetta ekki eða fyrsta ársfjörðungur næsta ári. En ég var að svona skoða hver helsta hindrunu núna í þessari umræðu þetta. Hindrunin svolítið Trump, sko. Demókratarnir eru að leggja mestu áherslu í þessari umræðum það að það verður sett einhver skorður fyrir þingmenn og forseta og svo framvegis að hagnast á þessu og veiga í einhverju svona fyrirtæki. Við vorum að tala það í síðasta þætti. Var það ekki þannig að afgreiðsla þessa frumvarps á einhverju stigi að þá var ákvæði meðal annars að þingmenn mættu ekki vera, það var eitthvað konflikt og interest sjónarmið þar og forseti Bandaríkjanna, en það var tekið út takmörkun við að forsetin, ég held ég sé að fara hérna rétt með, það var alltaf að vera að fikta eitthvað með þetta. Já. Og ég held ég fari rétt með, ég gerði þó fyrir var áðin, ég held var rétt með að það hafi verið tekið út, sko, republikanar vildu taka út bara, nei, þú veist, við þurfum ekki að ágjöra fórsetanum. Já, var það ekki samt í Genius Act? Það getur verið að ég sé að slá því saman. Þessi umræði búin að vera í báðum. Alveg rétt, af því að þeir eru með USD1 stablecoin. Já, ég ætla að koma inn á það líka. Jú, það var í Genius Act, ég man það, já. Þannig að þú veist, það verðist vera svona. Og það fór þannig í gegn og var þannig að lögum, einmitt, að það ekki einhver konflikt og interest, ákvæði held ég með fórsetan þar, sko. Ég held ég sé að var rétt með það. Þá komu þessar umræður sem, þú veist, þetta geti verið svona það sem að tefur þetta máli þetta mest, sko. Þetta með, þú veist, með forsetan og hann auðvitað ávarðu fullt af fyrirtækjum og mikið steik í rauninni sem innaði og hans fjölskylda. En sko, svo var eitt sem ég var að pæli, ég meina, af hverju, það þessi pæling, af hverju snerist Trump svona svakalega gagnvart kryptó. Það ekkit löngu áður sem að hann segir bara Bitcoin sé bara ógn fyrir bandaríkjadollar og svo framvegis og svo hann allt í einu mættur bara árið seinna á Bitcoin konferensi Nashville og segist alltaf gera hann sjóð og svo framvegis, sko. Make crypto great again og allt þetta. Og þú veist, ég farin svona að velta fyrir mér að því það var ekkit borið á þessu sjóð, sko, þannig séð. Hvaða sjóðstalum? Er það að tala strategic research sjóðin? Já, ég mitt. Það vissulega núna hann búin að standa við það er vissulega að forminu til. Jú. Það sem þeir áttu fyrir og eitthvað svona. Hann bara endur skilgrindi það sem Bandaríkjanna áttu fyrir og breytti í sem samt hefur alveg eitthvað, en ok. En ég, sko, að því að þú veist, árið undan, þá var hann að segja bara að dollarin væri bara það besta í heimi og ætti að vera world reserve currency og Bitcoin var ógnáði. Og hann, svo sem segir, hefur alveg verið konsistent með það, sko, dollarin áfram að vera world reserve currency, sko. Já, og ég held jafnvel, ég ætla bara að fullira það nánast, ég held jafnvel að það sé agendaðið. Já. Að rauninni, sko, að bara þeir hafa séð það, sem kannski mögulega augljóst, að þú veist að stöðuleikamyntir og vera sterkir í stöðuleikamyntur sé rauninni það sem gerir það að verkum. Mér að þú veist eins og við höfum talað Tether er hann bara eitt stærsti kaupandi á ríkisskuldabréfum og bara market cap á stöðuleikamyntunum ekki alltaf að hækka. Þú veist að hugsaðu bara eitt, sko. Við varum að fara til Spána fyrir 20 árum síðan. Þá förum við banka og náum okkur í gjaldeyrir. Svo núna eru að fara til útlanda, það er bara vesinn að ná sér í gjaldeyrir, það er bara varla hægt, sko, að þá ferðu bara með kortið og þú borgar með íslensku krónu sem breytist í evru. Eftir 5 ár þá gæti það verið að því að sko 99% stöðleika held ég myntmarkaðurinn er dollari. Þá ertu að fara með kryptóverskiðitt, borga með dollarin sem breytist í evrur. Þannig að þessu dollarin hefur möguleika held ég þarna að verða ennþá sterkari. Ef hann verður bara yfir höfuð en þá relevant sko eftir 5 ár sko. Já, sumir segir þetta sé með svo ógnun á
ákveðna myntir heimsins af því það svo margar þjóðir þar sem að myndirnar eru svo ofsalega óstöðugar sem alltaf fleiri og fleiri að kaupa dollars stöðuleikamyntir. Já, sko, ég held að bara þessi stöðuleikamyntir það sína manni fram á með mjög áþreifanlegum hætti að ef það eru engar þvinganir eða bara fullkomið frelsi til að velja þann gjaldmiðil sem þú vilt, þá bara átómatist þú velur dollarinn. Það bara skilur, þú veist, það er bara þannig, sko, og þess vegna dollarinn, eða verður skapa svona þannig umhverfi að bara, þú hefur algjört frelsi til að velja hvaða gjaldmiðil þú styðst við, þá mun dollarinn bara gleypa allt, sko. En svo svona kontroversið í þessu út frá Trump, eins og við höfum verið að tala að á sama tíma og rauninni hann að íta á þess að tjeni hefur sagt, þá kemur hann sjálfur með stöðuleikamynt, hans fyrirtæki, sem USD One, og við hugsaum bara hvað það... The best dollar in the world! Og þeir bara náði árangur. Ég held að þeir hafa náð, sko, market capin á því, á 4 mánuðum, eitthvað svipað USD náði á 4 árum, auðvitað allt aðri tímar. Og svo við höldum áfram hvað þetta allt skrítið. Ok, hluta til ástæðan var það að ég held að það hafi verið þjóðarsjóðurinn í Abu Dhabi sem að kaupir í Binance og semur fyrir $2 miljardar og semur að borgaði USD One sem stöðuleika mynd Trump og nokkrum mánuðum seinna þá forstjóri Binance náðaður. Já, þetta náttúrulega einmitt. Maður, og hvernig það var, sko, það var eitt versta moment sem ég sé þegar Trump var spurður út við nú þurfum ekki að endaka þá umræðu við tekið það fyrir, sko, þegar hann bara eitthvað verða alveg bara, það rosalegasta klippa sem ég hef séð á Trump, hún ekki svo þekkt að hún svo mikið krypto, en hún byrja að vefjast tungum tönn, bara, ég man ekki alveg hver þetta en þú veist ekkert, þú veist krypto. You're fake news. Og ég var bara, wow, þú veist, og þar kemur einmitt aðeins með Trump, sko, að þú veist, ég náttúrulega var mjög ófeimin við að segja, ég var bara á því að það væri gríðarlega mikilvægt, ekki bara fyrir krypto, heldur fyrir heiminn, að Trump yrði kjörinn. Ég taldi það mjög mikilvægt upp á heimsfrið að gera, og ég ekki tilbúin að segja að ég hafi haft rangt fyrir mér, ekki enn sem komið það sem ég skal segja núna eins og að efasemdir mínar hafa vaxið eftir því sem hefur liðið á árið, þú veist, og mér veist eitt einmitt, þú veist, alltaf tala bara að Trump búin að enda 8 stríð. Ok, svo finnum maður rýni, sko, þú veist, þá að taka með hana, sko, deilum milli Pakistans og Indland, það Kambódíu og Víetnam, það ég man ekki eitthvað í Afríku, sko, þú veist, og skilur, þú veist, ok, stóra stríðið sem verið var að tala var Rússland-Úkraína. Það þú veist, það stríðið sem virkilega skipti máli. Og hann var mjög kókruftur með að geta bundið enda á það mjög hratt. Þú veist, hann var að segja meðan Biden var náttúrulega ekki að gera nokkurn skapaðan hlut, sko, en þá var hann að segja bara að ég myndi græða þetta bara á, þú veist, 1-2 mánuðum, skilur. Nú búið að líða... hann vill vera annarlega friðarsinni, hann reynda að fá friðarfælunni. Og nú búið að líða, þú veist, næstu ár og það virðist eitthvað veginn, maður áttar sig ekki á bara hvað að gerast þannig í þessu stríði og þannig að ég svona, og svo einmitt, þú veist, var náttúrulega bara með gríðarleg gífuryrði gafar krypto og bara hann sagði bara ítrekka bara, you'll get so tired of winning, you'll say, please, Mr. President, I can't take it anymore. Mér líður þannig í dag, sko. No more winning, skilur og maður bara svona, ok, þú veist, þannig að þú veist, þetta hefur ekki verið að spilast vel út og nú að vaksa svona ný hreyfing í bandarísku stjórnmálum og bandarísku stjórnmálaumræðu sem má sannarlega, held ég, tala öfgahægri eða minnstakosti fjárhægri, því ég algjörlega þeirra skoðunar að allir þessi menn sem hafa verið settir þessi merki með á að væru öfgahægri menn, hvort svo tala Charlie Kirk, Ben Shapiro, Jordan Peterson, þessu og fleiri, ekkert að þessum mönnum eiga neitt skilt við öfgar, það mín skoðun allavega, þetta eru bara málefnalegir, eða voru, blessu minning Charlie Kirk, voru málefnalegir og þeir sem eftirlifa eru málefnalegir, hófstiltir menn, en nú að vaksa hreyfing sem ég dálar áhyggjur af.
að því að svipast þegar menn alltaf tala bara að Trump Hitler og maður bara gaur, þú veist ekkert hvað þú ert að tala en átt á því að það gæti actually komið Hitler, alvöru Hitler, skiluru, og þú veist, það það sem maður hefur ágjur á. Nú að vaksa svona mjög, já, skulum segja, alltaf í bili, sannarlega fjárhægri hreyfing, og hún mjög ósátt við Trump. Já, pælti því. Finnst Trump vera mjög soft, finnst það búin að bregðast öllum sínum loforðum, markmiðum. Þannig að þú veist, það held ég bara rosalega pressa og hita á Trump. Auðvitað öll vinstriliðin, þú veist, hatar hann, sko. Það að vaxa ykkur svona ný svona, hreyfing sem einkennist að mikill í kergju gagnvart honum á svona, ysta jaðrinum í hægri sem það voru mjög stór hreyfing. Og svo það svona kjóstum sem bara svona þessi klassíski republikana sem hafa verið bara Trump málið, skilur, hann að fara að leiða okkur í átt að betri tímum sem held ég núna bara dálítið svona upplega eins og ég upplega, bara þú veist að því eitt sem ég velti fyrir mér sko, getur verið að hann sé bara búin að missa það, sko, gaur, hann náttúrulega alveg freka gamall, skilur, hann undir meina svona Biden missa það? Þú veist, ekki náttúrulega alveg, skilur, en þú veist, svona að færast í átt að því að maðurinn, heldur þessi margir menn í heiminum undir meira álagi heldur en þessi maður og hvað hann með marga bolta sem að þarf eitthvað eina að halda á lofti, sko. Ég hef sögur af því, ég veit ekki hvað að marka Það erfitt að greina á milli hvað bara Trump og hvað eitthvað hann undir ómiklu álagi. Já, og maður heyri sögur af því, maður veit ekki, þú veist, hvað að marka endilega, en mín tilfeng svo að sé eitthvað að marka að hann búin að breytast rosalega mikið í persónulegum samskiptum, bara samskiptum í sínu lokaða ring, orðin svona minna human, orðin meira bara svona talandi í einhverjum frösum, bara eins og að sé í okkurum blaðamannafundi, sko, skilur, þannig að ég veit það ekki, en ég allavega hef svona... Já, en það sem við getum kannski tekið þá bara í næsta þætti framhald af þessu, að því þetta kryptopodcast, að þarna við getum þá bara talað svona hvernig, að því þú ert að tala að svona, hann jafnvel að svona missa eitthvað fylgi, hvernig það hefur áhrif á kryptomarkaðarinn ef hann tapar kosningunum midterm. Já. Við ræðum það bara næst eða ekki. Jú, alltaf ekki. Hvenær áttu midterm kosningarnar? Já, ég skal vera búin að finna út af því þegar við hittumst næ. Er það ekki bara í sumar eða haust? Jú, alltaf ekki sumar. Ég þor ekki að fara með það. En já, ertu sáttur við þessa Trump yfirferð? Er eitthvað, viltu Trumpast eitthvað meira? Nei, mér fannst bara áhugavert að velta þessu fyrir mér, þessum vinklum með að það ákveðin áhengar á honum sem að hafa áhrif kannski að draga úr því að draga þetta frumvarp og bara hans áhrif á þennan einhvern veginn markað og svo þetta sko, sem örugglega bara jákvætt fyrir kryptoheimin að þú veist, þeir trúa því að stöðuleika myndir styrki bandaríkjadólar. Einmitt. Og ég held að það sé bara augljóst hvernig alltaf var ósamlega því. En ertu með eitthvað fleiri búnda? Ég held bara, ég sé bara að verða góð. Ég sá ykkur þú veist, það enn eitt sko sem ég veit ekki. Ég sá ykkur að frétta að þjóðarsjóðurinn Bloomberg tilkynnti að þjóðarsjóðurinn í Abu Dhabi hefði keypt 520... Já, keypti meira Bitcoin, já, var ekki? Já, fyrir $520 million, held ég. Hann alltaf gerði það til að byrja með. Þannig að ég held að það verið fyrstu kaupinans, hafi verið á þá leið. En ég sá alltaf að þeir voru að bæta við sig. Já. Hvort það hefði verið 520. Já, og þú veist, þú fullt að gerast það með Austurlundum, það eins og við sögum síðast með Michael Saylor búin að vera þar, en aftur þetta, maður væri stundu til í að bara pressa þess að fréttir allar saman, setja þær eitthvað svona safety box og svo þegar markaðanum fer að fara staðu upp, að þá getum við hendur svo öllu út. Já. Að því, þú veist, við erum á svo rosalega erfiðum tíma, að því að þú veist, það bara fullt af fólki sem heldur þessu komið bara full-blown bearmarkað. Það er fullt af fólki sem segir það að við sem að fara að dæla peningum í umferð sem eru þetta að fara að gera, bara spurning hversu mikið, þá förum við upp. En þú veist, ef að markaðurinn í janúar, ef Bitcoin fyrir $100,000 í janúar, þá komið bullmarkað? Nei, að því að þú veist... Ég er ekki til að kvitta upp á þess að ég komið neitt í bara, og svo veldi ég verið með MRA bara, þú veist, ég vil eitthvað fara að endur sko þessa venju eða þessa áráttu hjá kryptohlaðvörpum og í kryptoumræðinni að vera endalist að tala bullmarket og bearmarket. Það er þetta hugtök sem eru notuð hlutabréfi, skilur líka hlutabréfamarkaði, menn tala vera bullis og berir og hafa gert það í mörg ár.
en þegar þú ert að hlusta á hlaðvörpum hlutabréfamarkað, menn er ekki, þú veist, tíðnin á notkunna á þessum hugtökum er svo miklu algengar í kryptó. Já. Þannig, þú veist, mjög langt maður bara að fara að nota Ég þau miklu meira sparlega. Ég get ekki fullirt það þegar markaðurinn fer í, segjum að fara í 100.000, við sitjum hérna í þættinum og segja, ok, hvert erum við að fara núna? Ég segi, það er bara jafn mikla líkur að við förum aftur nýri 85.000 eins og við förum í 120.000. Og það er nákvæmlega þess að sem ég sagði hérna fyrir, mann ekki hvort það var síðast þetta 2 þáttur síðan, að það eru bara 2 tölur sem ég er að horfa á. Ég er að horfa á $80,000 og ég er að horfa á svona, segjum ég 126.300 eða $130,000. Ég nenni ekki, eins og ef Bitcoin er 115. janúar, ég nenni ekki að vera eitthvað spenntur af því ég veit hvernig þessi markaður getur, hann einhvern veginn elskar þessi markaðar að bæði gera mann alveg ofurrættan og bara þar til maður panikar og svo kemur hann með bánsið og hérna svona lífralíð að samaskapið þá byggir hann upp væntingarna þegar maður heldur að þetta sé að fara að koma og þá síður hann aftur niður. Þannig að ég veit að einu töluna sem skipta einhverju máli núna er 80.000 annars vegar og 130.000. En ég ætla að standa við það þó að þú veist ég bara stend og fell með því að ég er alveg bjartsýnn að við eigum eftir að sjá markaðan 2026 miklu betri heldur en 2025 og bara góðan og ég að mörguleiti trúi alveg á þetta, ég veit ekki alveg hvernig það byrjar, ég trúi alveg á þessa pælingar með þetta, ég veit að þú fer að hlæja 5 ára hringrás. Mér finnst þetta mjög áhverð. Já, sem Páll var að kynna 5,4 ára hringrásuna. Já, ég var að hlusta á hann á Solana Conference, ég var að hlusta á hann í morgun og hann var að útskýra þetta og það mér finnst áhugavert sko, þann var að útskýra hvað er þessi business cycle 4 ára allt dæmi. Það er rauninni eitthvað sem byrjar 2008. Í fjármálarhruninu 2008 að þá er bara núllstill allar skuldir allstaðar og endur, hvað kallar það, endur fjármagnaðar allar skuldir og það sem gerir það verkum að allar skuldir fara af stað á sama tíma og eru og þarf að endur fjármagna sig aftur á 4 árum og sem hefur þá áhrif á ríkisskuldabréf og annað slíkt sko og þetta er búið að standa svona 2008 kemur Bitcoin út, þetta er sama tímarunni, hvort sem er að setja Satoshi á skipulagt þetta út frá þessari hringrás, nei, hún byrjaði þarna svolítið þessi 4 ára hringrás og eitthvað sem ég svo sem get ekki sagt neitt mikið til að bara síðan er bara þessi lán sem þarf alltaf að endurfjármagna eru komnir í 5 ár í staðan fyrir 4 ár. Nei, mitt. Já. Ég ætla alveg að vona það. Já, þannig að við segjum það þú ferð bjartsýn inn í næsta ár. Það er auðvitað auðveldar að fara svartsýnn inn, það var allir svo glaðir að ég hafði ránt fyrir mér, en menn verður fúlir að ég hafði ránt fyrir mér. Já. Við reiknum með því að taka upp þátt að vikuleginni. Það er vissulega næsti föstudagur er annar jólum, þannig að ég bara að hlustin séu meðvitað að það er ekki hægt að lofa því alveg fyrirvaralaust en við reynum auðvitað okkar allra besta. Mér langar bara að segja við þig, Björn, þakka þér kærlega fyrir allt þetta ár og ef ég fæ ekki annað tækifæri til að þakka þér fyrir þetta ár í viðbót og segja gleðileg jól. Já, sömuleiðis gleðileg jól. Og við ykkur... Takk sömuleiðis fyrir samverðinu árinu. Já, og við ykkur, kæru hlustendur, óska ég ykkur gleðilegar hátíðar og þökkum kærlega fyrir hlustunina og við heyrumst og sjáumst aftur vonandi að öllum líkindum langar með að segja að vikuliðinni. Við ætlum að fara yfir árið. Já, þangað til næst, verið sæl.